Hvað er virðiskeðjan? Sko. Já, þú segir nokkuð. Já, þú segir nokkuð. Þetta er virðiskeðja og hún slitnar ekki. Veistu hvað virðiskeðjan er? Gott. Kristín? Já, hvað er einn? Hæ, herðu, ég er að reyna að fræða svolítið virðiskeðjuna. Það bara veit enginn hvað þetta er. Geturðu kannski hjálpa mér aðeins? Já, ekkert mál. Fáðu sæti. Jæja, virðiskeðjan. Það er hugtak, víðtækt og framseld reglugerð Evrópusambandsins 2023/272 við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/34 ESB og varðar ESRS-staðlana. Einmitt. En virðiskeðjan, eins og hún skilgreindi í viðauka 2 í fyrrnefndri reglugerð, nær náttúrulega langt út fyrir línulega nálgun aðfangakeðju eða birgðakeðju eins og þú þekkir hana kannski. Hún felur í sér ekki aðeins byrgja í ílaginu eða upstream eins og þú þekkir kannski úr umfangi 3 og dreifingraðala í frálæginu eða downstream. Heldur einnig þá aðalega sem tengjast óbeint í gegnum flókin net viðskiptasambanda, geopolítíska dýnamík og auðvitað margslungna rekstrarstjórn. Já, rekstrarstjórn. Frá sjónarhóli ESRS er virðiskeðjan allt svið starfsemi auðlinda og sambanda sem liggja til grundvallar rekstrarlíkani fyrirtækisins, allt frá hugmyndafræði vöru til lok líftímarinnar, en þó tæknilega ekki endalok skýrslugjafaskylda. Þetta felur í sér allt frá hráefnavinnslu á svæðum sem heyra undir Corporate Sustainability Due Diligence Directive eða CSDDD til samskipta við viðskiptavini downstream í virðiskeðjunni. Hér kemur auðvitað inn hugmyndin tvöfalda mikilvægisgreiningu inn, sem krefst þess að við skoðum bæði fjárhagslega áhættu og neikvæð áhrif á umhverfi og samfélag í öllum skrefunum, bæði upstream og downstream. Þannig í virðiskeðju fyrirtækins sem selur þér vöru eða þjónustu, væri þú staðsettur hvar í virðiskeðjunni þeirra? Ég er í keðjunni. Nei, þú ert downstream. Skilur ekki? Nei, upstream og downstream. Ég bara verða við ekki að ég skil ekki neitt í þessu. Ok, sko. Þegar við ræðum upstream og downstream er mikilvægt að greina þetta frá almennari birgðakeðju. Virðiskeðjan í upstream stöðust ekki við tier 1 birgja. Nei, samkvæmt ESRS 1 verðum við að taka með óbein viðskiptasamband sem tegur sig lengra en fyrsta stig inn í það sem ég kalla terra incognita í sjálfbærniskýrslugerð. Á sama hátt ná aðilar í downstream ekki aðeins til neytenda heldur einnig til sorphirðuaðila og endurvinnsluaðila. Það sem losun þeirra á gróðurhúsalofttegundum samkvæmt ESRS 1.6 verður að taka með blöndu af frumgögnum, geiraviðmiðum og þegar allt annað bregst, farlega ágískum skilurðu. Nei, ég skil þetta ekki. Ok, ég skal fara í þetta frá byrjun. Ímyndum okkur að birgðakeðjan sé þjóðvegur. Og það er hérna maxið og síðan hérna minimum. Þetta er ekki flóknar en það, skilurðu? Já. Herru, nú skil ég þetta. Herru, takk fyrir mig, meistari. Minnsta málið. Og þú bara hringir svo ef það er eitthvað. Bara þannig sem þetta alveg á hreinu. Er ég upstream eða downstream? Heyrðu, það er sæti. Ég skal útskýra þetta aftur. Nei. Bara takk. En nei.